Elín, þetta var nú svo sem aldrei neinni hættu hjá okkur í dag. Nei, svo sem ekki, en við komum náttúrulega bara grimmar í þetta frá fyrstu mínútu, þannig að já, það þarf að gera það í svona leikjum. Já, og svona fyrir hálfleikum sem þeir svona afgreiðið þetta algjörlega. Já, það er náttúrulega að klára bara alla 60 mínútur og við gerum það bara ágætlega, kannski smá svona kærleysi í lokin, en við bara afgreiðum þetta vel. Þannig að það er bara milli riðlar sem er mikill munur frá því fyrir 2 árum síðan þegar þið voru í kuldanum í Frederikshavn í forsetabikarnum. Já, það er bara svo gott að vera komin í milli riðla og við erum alveg ótrúlega spenntar að spila þessi leiki í milli riðlunum í staðan fyrir að vera í forsetabikarnum. Það munar ótrúlega miklu fyrir okkur að fá þessa hörku leiki. Akkurat, þetta eru Færeyjar, Svartfellingar og Spánverjar meintanlega. Já, ég trúi því. Já, þetta verður bara, þjóðirnar svona í kringum okkur í styrkleika, þannig að þetta er bara gott fyrir okkur að spila svona hörku leikinn sem við erum búin að vera að gera móti Þýskalandi og Serbíu, þannig að þá getum við klárlega tekið skref upp á því. Og þetta hafið þið verið að vinna fyrir? Þessu hafið þið verið að vinna fyrir, segi ég? Hvað segirðu? Þessu hafið þið verið að vinna fyrir? Alveg klárlega, við kannski svona stutt síðan við komum svona saman sem þessi hópur, þannig að ótrúlega gaman hvað við erum búin að taka miklum framförum á þessu móti og við erum bara ótrúlega ánægð með það. Hans að leiknum í mótorinn í dag, hann var kannski ekkert hvorki sterkari en í veikari en þið byggust við? Bara kannski á pari, við bara undirbyggum okkur vel og þetta er svona svolítið öðruvísi að spila mótið svona og líka bara vita hvað býður okkar þegar við vinnum en við bara afgreiðum þetta ágætlega.